Þetta er yfirferðarverkefni 7 í vegferðinni 1 ára 2020. Þetta er framhaldarverkefni 7 að því leyti að núna ætlum við að búa til vefviðmót ofan á Cesar dulmálsvirknin okkar. Það er sett gefið HTML hérna í index HTML. Þannig að við erum búið að setja upp þessa virkni sem við viljum tengja okkur inn í. Og verkefnið snýst þess að tengja rétt, þannig að þegar við ítum á checkboxi hérna þá gerist þetta, við breytum stafrófinu, þá gerist það og það gerist jafn óðum, þar að segja leiðu ég breyti einhverju, þá breytist það. Það verandi útkoman og síðan strengurinn hérna og hversu mikið hliðrunin er frá 1 upp að 32 hérna. Þannig að hér er verið að fastsetja byrjunargildin sem verður þá að fastsetja samanskapi í scripts.js hjá okkur. Síðan var annað að fylgja ESLint hérna. Það sem við höfum ESLint RC hér erum að fylgja Airbnb base kóðastílnum og höfum hérna bæði test sem keyrir ESLint RC ESLint á móti RC skránni og svo höfum við processing sem að leyfir okkur að keyra upp local server fyrir þetta. Þannig að ef við byrjum með að skoða og keyra upp bara serverin okkar, þá keyrum við hérna npm run dev og það keyrir upp og við fáum upp þetta hérna viðmót þar sem við viljum að eitthvað gerist hérna og þetta er svo tengt að þetta er virk lausn, en við sjáum að þetta fer hérna fram og tilbaka. Ég skrifa halló og þá uppfærst þetta jafn óður. Ég fer hérna og kóðunin breytist jafn óðum. Afkóðun breytist jafn óðum og svo framvegis. Og hérna breytum við eitthvað þessu þannig að þetta verður eitthvað svona skrítið stafróf hérna. Þannig að ef við skoðum hvernig þetta er gert, þá höfum við hér föllin úr verkefni 7. Það sem er búið að breyta hérna það er búið að bæta inn því sem við tölum í verkefni 7 þyrst ekki svona einhverju sanity checki á því að við séum með argument sem koma hérna inn sem eru make sense. Þannig hérna erum við að aðtúa ef við erum að biðja hliðrun í fyrsta lagi þá búið að setja inn alfabeti hérna, þannig að það er ekki lengur tekið úr global scope, heldur að tekið úr sem bara parametri hérna inn og annars sem tómastrengurinn og þá er verið aðtúa hérna. Ef við erum að biðja að hliðra einhverju sem er meira en lengdin, þá skilur við tómastrengnum. Ef það er ekki strengur, skilur við tómastrengnum. Og þetta leyfir viðmótun okkar að vera þá kemur bara niðurstaðan er engin sem er betri en það sé einhver vill eða eitthvað slags í gangi. Og síðan bætum við hérna inn í raun, við gerum þetta aðeins ef að stafurinn er í stafrófinu. Þannig að sama hér að það er í raun verið að passa upp á hérna, upp á hliðrunina. Þannig að í raun lambdaföllin okkar hérna verða aðeins flóknari en við getum svona sem að ennþá láta þetta virka. Þannig að ef við lokum þessu, þá er í raun hérna síðan einhver módúll inn í IFI eða immediately invoked function expression hérna, þannig að við erum með fall hérna sem er inn í svigum hérna sem skilur okkur þá falli sem við getum kallað í strax sem bindur þá í raun þetta nafnlausa fall hérna, niðurstöðan á því við breytum okkar Cesar og þar sem við höfum eitthvað return gildi hér þá er raun skilur við lokun yfir allt sem er inn í þessum módúl okkar og getum þá í raun þá erum við að einangra virknin okkar frá global umhverfinu. Þannig að síðan hérna er í raun fundin þessi query selector fyrir Cesar. Ef við skoðum það hérna þá er það í raun form utanum þetta allt saman og það er sent inn í þetta sem á þá að tengja í raun öll inputinn og öll inputinn sem eru hérna og resultið og láta virknin okkar virka.
Þannig að við förum yfir þetta línu fyrir línu eða burt með þetta hérna og lokum þessum hjálpaföllum hérna en þau eru all aðgengileg aðeins innan þessa skóps sem við höfum hér út af því að við erum að nota þetta innan þessa módúls. Þannig að það sem við gerum hérna er í raun að setja inn, hérna erum við að mattsa hérna fastsettu byrjunargildin sem er í HTML-inu við kóðan okkar. Þess vegna þetta passar þetta saman út af þessu. Síðan búum við hérna til breytu sem að heita í raun vísa í elementin. Þannig að það er shift elementið og shift value elementið sem er þá í raun hversu mikið við erum að hliðra og hver hliðrunin er. Og þetta er í raun til þess að við getum breytt þegar inputi breytist eða þegar alfabeti breytist þá getum við í raun uppfært þetta. Þetta er síðan núverandi input, þannig að við breytum þessu þegar það er eitthvað slegið inn og vísir í elementið þar sem við sýnum niðurstöðu, þannig að við vitum í raun alltaf úr hverju einstöðu hvar við erum, hvað við erum hvaða streng við erum að reyna að afkóða eða kóða og svo til þess í raun að þetta virki allt saman jafnóðum, þá höfum við hérna fall sem tekur inn current input sem er þá í raun strengurinn sem er búið að slá inn, shift sem er hliðrunin og alfabetið sem er hér og þetta er allt í raun uppfært þegar það er uppfært með elementunum en í raun þetta er byrjunargildrin, þannig að leið að við uppfærum þetta þá uppfærist þetta hér og þetta write results fall það í raun passar upp á það að athuga í raun hver er típan okkar sem er í gangi og fá þá í raun annarkvort niðurstöðuna úr því encode eða decode og setja text content í result elementin okkar sem niðurstöðuna. Þannig að þetta er í raun að kalla í write results á meðan það er verið að uppfæra eitthvað annað gildi er það sem gefur okkur þessa uppfærslu jafnóðum. Hérna erum við síðan að nota fyrir okkur spread operatorinn þar sem við höfum hérna fylki af öllum inputunum og köllum síðan í þetta og spreddum þessu inputi inn í fallið hvort sem heldur sem er. Þannig að þá þurfum við ekki í raun að vera með þessu tvítekningu sem að liti einhvern veginn svona út. Heldur getum við gert þetta í einu. Þannig að ef við myndum núna uppfæra þetta eitthvað og vilja bæta við fjórða parametrum okkar þá getum við gert það hér í staðan fyrir báðaskipti. Þetta er í raun bara smá svona auka töffarskapur hér. Þannig að þetta er fallið sem leyfir okkur að skrifa út í result elementið útkomuna úr því sem beðið er sama í raun hvar það er gert. Tekur alltaf bara seinustu gildin úr sem beðið var og keyrir það út. Þannig að ef við skoðum síðan hvað þetta init-fall gerir sem að tók hérna inn formið þá tekur það inn hérna sem þetta og finnum öll input sem eiga við þetta element og festum event handlerina. Og event handlerinn eru hérna, þannig að það er eitt fyrir það þegar við uppfærum hérna stafróðu okkar, típun okkar, hliðrunin okkar og svo inntækið okkar. Þannig að þá byrjum við bara á því að finna og við finnum hérna sem sagt query selector name alphabet, þannig að hér erum við að nýta okkur að þetta er CSS selector, þannig að við nýtum okkur attribute selectorinn sem leitar hérna að name alphabet og hér er ekki krafa það hvað gerist ef þetta er ekki til staðar þá fáum við bara nullvilli hérna og forritið okkar hætti keyslu en við treystum því bara allt sé satt og rétt í HTML-in okkar. Þannig að svo notum við input sem gefur okkur þá event í hvert skipti sem að eitthvað er skrifað inn í þetta og þá ætlum við að segja þegar það gerist þá ætlum við að keyra update alphabet fallið sama síðan fyrir radio inputið nema þá erum við hérna að finna query selector all þegar við erum með 2 radio buttona hérna við erum með kóða og afkóða þannig að þá finnum við hérna name type skilar okkur báðum þessum hérna elementum og notum síðan for each til þess að bæta við að báða event listenunum fyrir change sem við fyrir típuna. Það er einfalt. Það sem það gerir að taka valueið og setja því í type breytun okkar hérna fyrir ofan sem er hvort encode eða decode
þá sjáum við að það value hérna, encode eða decode, og það sett hérna inn, og svo alltaf í lokin á öllum þessum uppfærslu, öllum þessum event handlerum write results, sem í rauninni þá skiptir á milli hvort heldur sem síðan fyrir strengin sem á afkóða eða kóða, þá það alveg eins og hérna fyrsta, og síðan fyrir hérna range gaurinn okkar hérna, input type range, min, max, þá þurfum við aðeins að gera meira. Við þurfum að finna valueið hérna, sem þá þetta hér, sem segir okkur til hver hliðrunin við þurfum að finna síðan range inputið sjálft, og síðan setjum við þennan update shift event listener þarna á, gæti svo sem alveg gert þetta líka svona, og svo að lokum þá finnum við þar sem við skrifum út niðurstöðun okkar og geymum vísun í það. Þannig að við skoðum núna hvað gerist þegar við uppfærum stafrófið okkar. Þá erum við í öllum tilfellum að taka út valueið út úr eventnum. Þetta hlutur sem inniheldur hvað var að gerast. Þannig hérna finnum við targetið. Targetið þá þetta hérna input, af því að það bundið við það þessi event handler. Þannig að það fundið þetta element hérna, þegar það eitthvað input event ásett staðið því, þá tökum við targetið hérna sem þá það væri þá í þessu tilfelli þetta hérna. Þetta hvað valueið og valueið sækjum við sem punktu value, ekki með get attr, af því get attribute mun alltaf skila okkur þessum hérna streng, sama hvað, á meðan value dynamist uppfært. Síðan setjum við á shift elementið, þannig að þannig þurfum við að hafa vísun í það, setjum við attributið max, þannig að við erum að uppfæra bæði hvað valueið hér og hvað hámarks hliðrunin hérna. Síðan, svo lengi sem að shift stærra en alphabet length, þá setjum við shift ef að shift hærra en alphabet length, þannig að í því tilfelli þegar við erum búin að shifta 31 staf og stafrófið okkar verður allir 10 stafir, þá setjum við dettum við niður í 10 stafi, setjum shift sem hérna 10 og setjum gildið í 10, og síðan skrifum við bara út resultið, og það þá út af því að við setjum stafrófið okkar hérna sem valueið, þá mun þetta hér fall taka þetta hérna sem uppfært gildi á alfabetinu okkar, stafrófinu, og keyra það í gegn og skrifa út. Þannig að svo lengi sem við uppfærum þessa breytu og köllum í þetta fall, þá skrifið út. Þannig að síðan fyrir hliðrunina, þá það sama, nema hérna þurfum við að passa upp á að við séum með heiltölu. Reynum að sækja heiltöluna og hérna vantar alltaf villumeðhöndlun, setjum síðan heiltöluna í þetta shift value og skrifum út niðurstöðuna. Og inputið, athugum hvert inputið. Þessa línu ætti líklegast ekki að vera hér, þetta vantar ætti ekki að vera, og skrifum út niðurstöðuna. Þannig að þegar maður búinn að ákveða hvaða taktík maður ætlar að gera til að skrifa þetta út, sem bara að taka, að ef við hefðum verið að gera þetta hérna, þá hefðum við endað með kóða sem væri mjög keimlíkur þessu í endanum okkur einasta hérna, og þá getum við séð bara, já, ok, hvað við bara refactorum út þennan kóða og setjum hann í sér fall og köllum síðan í það alltaf, og þá verður þetta svona frekar, skiptum við niður ábyrgðinni frekar auðveldlega þarna milli. Síðan við að keyra hérna, þannig að við skoðum hér, þá við að keyra ESLint, það tengt við líka ritilinn ætti að vera einhver vandræði hérna, hún ekki að grípa þetta, en þá allavega höfum við hérna npm run test og þá fáum við hérna villum það við séum að nota var en ættum að nota let eða const í staðinn og setjum hérna const eitthvað
pickles með hérna ES-lindi hérna, en const virkar ekki. Þá getum við í raun vistað, keyrt aftur, npm run test, þá segir okkur no const assign og þá það hérna í línu 37 hérna einhvers staðar. Þá erum við í raun að reyna að bæta við eitthvað sem við megum ekki endurskilgreina, þannig að þetta verður að vera lett. Og núna keyrum við npm run test, þá fáum við þetta bara út, þá ef við komum hérna npm run test -s, þá fáum við ekkert output út af því að við erum í raun að biðja að npm sjálft sé silent. En ef við setjum aftur hérna const, getum við séð munin þarna á þessu tvennu. Nú fáum við bara niðurstöðuna frá ESLint, en hérna fyrir ofan fáum við niðurstöðuna frá ESLint, og út af því að ESLint segir að það sé einhver villa, þá fáum við allt þetta hérna óþarfa hávaðan með. En þetta verkefni 8.